Nú ætlum við að kíkja aðeins á margföldun tugabrota. Þegar við margföldum tugabrot þá er þetta ekkert öðruvísi heldur en hefðbundin margföldun. Við erum að endurtekin samlagning. Þannig ég get alveg farið út í þegar ég er með einfaldara tölur eins og hérna 1,5 sinnum 5. Að plúsa bara 1,5 eða leggja saman 1,5 pluss 1,5 það eru 3. Pluss 1,5 er 4,5. Pluss 1,5 í viðbót er 6 og svo fimmta skiptið 6 pluss 1,5 er 7,5. En ég get líka sett þetta upp eins og við höfum verið að gera. Það er að segja þess vegna sett þetta upp sem kassamargföldun. Og þá set ég 1 og 0,5 og í raun er ekkert í þessum kassum. 1 sinni 5 eru 5. 0,5 sinnum 5 er 2,5 því að margfalda 0,5 sinnum eitthvað er bara að finna helming. Út úr þessu fáum við 7,5. Sama hér ef ég set upp kassamargföldun þá er í raun bara 2 kassar. Það er að segja 3 og 0,9 sinnum 2, 6, 1,8. Af því að 0,9 sinnum 2 er bara 0,9 pluss 0,9. Út úr þessu fæ ég 7,8. Ég get líka notað hefðbundna svona gamaldags uppsetning á þessu. 3,9 sinnum 2, 8, geymi 1, tvisvar 3 eru 6 pluss þessi 1 eru 7. Síðan tel ég hversu margir stafir eru fyrir aftan kommu í bæði þessum lið og þessum, það er bara 1. Þá færi ég kommuna 1 sæti. Þá er hún ekki hér heldur hér. 7,8 ég fæ sömu niðurstöðu. 0,9 sinnum 3. Þetta er í raun bara samskonar dæmi. Ég get líka að hugsa þetta sem bara 3 sinnum 9. Það er 27. Svo færi ég kommun 1 sæti því að það er 1 stafur fyrir aftan kommu í dæminu. Sama hér, 3 sinnum 5 er 15, en af því að hér er 1 stafur fyrir aftan kommu í þessum lið og annar fyrir aftan kommu hér, þannig að þá þarf ég að færa 1, 2. Þá er komman allt í einu komin hingað og ég fæ 0,15. Og þegar við erum með komma á báðum stöðum og tölundar eru báðar stærri en 1, þá get ég notað kassamargföldun. 3 og 0,8, 1 og 0,2, 3, 0,6, 0,8 og 0,16. Af því að hér er komma á báðum stöðum þá færist komman 2 sæti. Svo þegar ég legg þetta saman þá fæ ég 4,56. Sama ef ég nota hefðbundna margföldun. 2 sinnum 8 eru 16. Geymi 1. 2 sinnum 3 eru 6 pluss þessi 1 eru 7. Svo ger ég bil eða skrifa bara 0. Þið þurfið ekki að skrifa þetta 0, geti búið bara til bil. 1 sinnum 8 eru 8 og 1 sinnum 3 eru 3. Svo legg ég saman 6, 5, geymi 1, 4. Svo tel ég, hér er 1 fyrir aftan kommu, hér er annar, þá færi ég kommun 1, 2 sæti, komman í hér. Ég fæ sömu tölu 5,56.